þessa dags, hann varð uppnuminn frá oss, verður nú að gjörast vottur upprilsu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef, kallaðan Barsabas, öðru nafni Jóstus, og Mattías, báðu fyrir og sögðu Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú koll þessara þú hefur valið til þess að taka þessa þjónustu og postuladóm sem Júdas grép frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar, þar var tekin í tölu postulana með þeim 11. Og svona fóru að þá, þetta síðasta skipti sem við sjáum að það varpar hlutkesti í Biblíunni. Þannig að eftir þetta var ekki valið í postulastöðu með hlutkesti, bara Guð valdi sjálfur og það var postuli sem mætti næst. Þessi menn urðu allir til góðra nota og voru vottar þess að Jesús Kristur, hann var bæði krossfestur, píndur, dáinn, grafinn og upprisinn. Og það erum við líka. Og við gleymum því ekki þó þessi sjómannadagur í dag, að við erum líka vottar þess hver Jesús Kristur er. Og við erum hér samankomin til að votta það, Jesús er okkar frelsari. Amen. Hann er vegurinn, hann er leiðin okkar, hann er hlíðin, hann er dyrnar. Hann er sá sem við erum að predika. Og ekki bara einhver sem er út í draumunum okkar, heldur hann býr hið innra í oss. Hann er með oss, Immanuel. Það er stóra málið. Heyri amen. Þegar við bænarinn sem viljum minna Drottinn á. Við erum öll með ykkar bænarinn, vitið, Guð gerir sig dýrlegan, Immanuel. Drottinn, þakkaðu fyrir í dag, þá mögum við ákalla þitt nafn. Ákalla fyrir þjóðina, ákalla fyrir okkur, Drottinn minn, ákalla fyrir alla þá sem í nauðum eru staddir, þeir sem eru eigum sárt að binda, þeir sem hafa fundið fyrir slísunum og erfiðleikunum að missa, Drottinn minn, þú huggar. Þú leiðir, Drottinn minn. Við minnum þig á þarfir þeirra sem að ákalla þig, Drottinn minn, sendu þín heilaga anda og gefðu þína lausn, Drottinn minn. Svo Ísland megi vera frátekið fyrir þig, helga þér, Drottinn minn, stjórnvöld hér megi vera með kristilega hugsun í sínum stjórnsýslum. Við mögum líka biðja fyrir kirkjunum að þær geri viðrunns, þær snúi við, Drottinn minn, þær leiti þín af öllu hjarta, elskari Herra, og þær fyrst og fremst verði vottar þess að þú reist upp frá dauðum, sigrar í dauðan, þú komst inn í þennan heim til að frelsa okkur synduga menn í Jesú nafni. Amen. Og ná Drottins Jesú Kristi verið með ykkur og yfir ykkur. Áður við setjast þá þarf Marta að koma hérna fram og meðan hún að koma fram þá til minn ykkur á við með bænastundir hérna þriðjudögum klukkan 5, föstudögum klukkan 8. Við bíðum fyrir land okkar og þjóð. Please Marta. Marta hún tekur núna allar fúsar gjafir. Thank you, Lord Jesus, for this day. Lord Jesus, we are here again to worship you with the substance that we received from you. Lord Jesus, we ask you to accept it. Thank you, Jesus. Amen. Gjörðu svo vel. Amen. Páll sagði við Tímóteus að Guð hefði ekki gefið honum anda ótta. Eitt af því sem herjar mest á fólk í dag er ótti og það er ótti við aðra menn, hvað aðri menn segja og fólk þorir ekki að tjá sig af því að það er svo fullt af ótta við hvað öðrum finnst. En hér er söngur sem segir okkur að Guð, hann hefur leyst okkur frá anda ótta og við þurfum ekki að vera þrælar óttans. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer
of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My face was round in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My face was drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
be glorified, be glorified, be glorified in the heavens, be glorified in the earth, be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified.
heals all our diseases. He gives strength to the weak. He blesses my soul with His glory. His blessings fall on me. Oh yes, He does. He heals. He heals all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory. His blessings fall on me. His blessings fall on me. His blessings fall on me. He heals all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory. Hallelujah. His blessing fall on me. He fills my soul with His glory. His blessings fall on me. His blessings fall on me. He fills my soul. He fills my soul with His glory. His blessings fall on me. Oh, His blessings fall on me. His blessings fall
900.000 á mánuði þá. Í þá daga ég hafði 1.000.000 á mánuði á sjónum. Svo kom ég hérna og fór að vinna hjá Icelandair og þá var það bara litlar 150.000 krónur og mér fannst ekki taka því að fara í vinnuna. Hvað var maður að fara í vinnuna fyrir svona, ég meina, þetta var... En svo vandist þetta að vera láglauna maður eins og öll þín. En Guð blessi sjómennin okkar. Þeir eiga skilið launin sín. Amen. Takk Jesús. Mér langar að það var eitthvað sem ég ætlaði að tala í dag. Ég ætlaði að fara í Jóhannesar bréfið. Fyrra Jóhannesar bréf og við ætlum að bara renna svona í gegnum fyrsta. Já, nú fekk ég leiðréttingu. Ef það eru 2 bréf þá segiru fyrra. Ef það eru 4 bréf þá segiru fyrsta. 3 eða fleiri, já, takk. Þannig að íslensku kennslan hún í góðu lagi. En það segir í Jóhannesar Guðspjalli, það var vers sem ég var að lesa þar í vikunni, og það í 8. kaflanum og ég ætla að hafa það kannski bara inn í þetta vegna þess að Jóhannesarbréfi tengist því versi í 8. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli. Þar Jesús að tala við fariseana. Það var ákveðin þjóðflokkur. Við höfum lítið að þeim á Íslandi eða hvað. Já, farisear, það getur verið svolítið vítt hugtak. Það þurfi ekki endilega að vera þessir einu sönnu. En þá Jesús að tala við þá og hann segir í versi 45 af því að ég segi sannleikan trúi þér mér ekki. Af því að ég segi sannleikan trúi þér mér ekki. Og vitið það að það svo merkilegt að við lifum á tíma í dag að það erfitt að koma fram með sannleikan. Ég segja spámaður segir að hann segir ef einhver talar sannleikan þá bara ráðist á hann. 59. kaflanum 14. vers. Þá segir ég segja ef einhver kemur fram með sannleikan á þessum dögum að þá skjótt ráðist á hann. Svo talað í Rómverjabréfinu að menn vilja kæfa sannleikan. Af hverju vilja menn ekki sannleikan? Af hverju þola menn ekki sannleikan? Jú, það þetta stríð milli góðs og ills. Hinn illi, hann faðir lyginnar og Jesús nefndi hann sem slíkan. Og það einmitt þessar kringumstæður sem Jóhannesarbréfið var skrifað inn í. Það talið að það hafi verið skrifað á svona 90 eftir Krist og Jóhannes hefur sennilega skrifað það frá Efesus og þið vitið að Jóhannes hann var síðar á eyjunni Patmos. Það var reynt að deyða hann með því að brenna hann í eldi eða setja hann niður í pott en hann lifði það af og hann fór til eyjunnar Patmos og þar skrifar hann opinberun Jóhannesar. En Jóhannesarbréfið, það sagt að það tilgangurinn, það fjórfaldur tilgangur segir Thomson-biblían okkur, við langar bara að gefa ykkur það, að það í 4. versinu til þess að fögnuður yðar eða vor verði fullkomin og mér bara menn að segja að þessi þýðing segir þetta og hinn þetta og þá ekki bara segja til þess að fögnuður okkar verði fullkomin. Að það einn af tilgangi brefsins, síðan það til þess að þér syngið ekki. Og margir skilja ekki það tungumál, sumir segja að það sé ekki til neitt sem heitir synd, það bara félagsleg vandamál. En Biblían talar synd og syndin lögmálsbrot og til þess að þið syngið ekki, svo það til að vara við falskennendum, það var það 3. og síðan til þess að þér vitið að þér eigið eilíft líf. Og svo svona lykilorð í þessu bréfi og lykilorðin samfélag og eitt af lykilorðunum þér vitið.
þér vitið, hann kemur aftur og segir þér vitið. Og síðan eitt af lykilorðunum, það kærleikur, það líf og það ljós. Líf og ljós. Og síðan skulum við bara byrja lesturinn og það eru tvær sterkar hugsanir hér í þessu brefi sem að koma fram og það þessi að Guð ljós og Guð kærleikur og það eru tvö af þessum orðum og það svo mikilvægt fyrir okkur að vita að Guð, hann ljós. Ljósið ekki Guð. Guð ljós. Guð kærleikur en kærleikurinn ekki Guð. Guð kærleikur. Það eru svo margir sem snúa þessu við og þá þeir komnir út í aðra sálma. Þá komin annar andi inn. Guð, bara hluti af eðli Guðs ljós. Hluti af eðli Guðs kærleikur. Menn segja kærleikur, ást og friður, en þeir vilja ekki sannleikan. En þetta bréf snýst sannleikan. Og við skulum byrja á að lesa frá fyrsta versi. Efni vort þetta fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli, fyrsta vers. Og við ætlum að fara í gegnum fyrstu 10 versin í dag. Efni vort það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt. Það sem við höfum séð með augum vorum. Það sem við horfum á, hendur vorar þreifuð á. Það orð lífsins. Lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Samfélag vort við föðurinn og við son hans Jesúm Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Síðan kemur vers 5 og það segir, þetta boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesús sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar, hreinsar oss á öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syngað, þá gjörum við hann að lygara og hans orð ekki í oss. Þannig að þetta fagnaðarendi, það var eitthvað sem þeir höfðu þreifað á. Og við getum sagt í versi, hann segir, þetta eitthvað sem við höfum séð með augum vorum og það sem við horfum á. Og efni vort það sem frá upphafi. Mig langar aðeins að bara að vitna hér í Kólósubréfið. Kólósubréfið, fyrsti kafli, 16. vers. Það segir okkur að fagnaðarerindi Jesú Krist, það var ekki eitthvað sem bara kom bara óvart eða bara kom bara af því að eitthvað gerðist, heldur var það áætlun Guðs frá grundvöllum veraldar og það sem hann segir frá upphafi. Í Kólósubréfinu segir hann, það 16. til 18. vers, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrr en allt og allt á tilveru sína í honum. Allt á tilveru sína í honum. Hann var fyrr en allt, þessi sem var opinberaður. Og ef við komum aftur hérna, að efni vort það sem var frá upphafi. Að það var Guð, hann sá þetta allt fyrir í upphafi.
Það segir meira sér áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið þig í Kristi. Þannig að frá upphafi vissi Guð hvað myndi gerast. Og síðan getum við sagt í öðru versinu, lífið var opinberað, að við getum sagt Guð, hann opinberaði sjálfan sig heiminum. Jesús sagði við Filippus, þú hefur séð mig, hvernig spyrðu? Sýn oss föðurinn. Jesús hann var að segja við Filippus, ég og faðirinn erum eitt og þú, Filippus, hefur séð Guð. Þannig að þessi sem var opinberaður, þetta líf sem var opinberað, það var sonur Guðs. Við getum sagt, þetta er sonur Guðs sem opinberaði sig í þessum heimi. Og þess vegna er það þegar menn segja, hvar er Guð? Ég hef ekki séð Guð, það er engin Guð. Guð, hann hefur opinberað sig öllum mönnum í þessum heimi. Það gerðist fyrir 2000 árum að hann kom í þennan heim og hann varð maður og hann gekk á meðal okkar, hann gerði gott, hann græddi alla sem á djöflunum voru undir okaðir. Þess vegna er þetta er svo magna bréf. Þetta bréf er líka kallað fullvissu bréfið. Og það er skrifað inn í kringumstæður þar sem var mikið af skrítið bara á fyrstu öldinni, þá var orðið svo mikið af villukenningum og mikið af lygi í gangi. Og þess vegna er ekki skrítið þó að lygin sé ennþá til, sannleikurinn er til og lygin er ennþá til. Og það er þessi barátta milli góðs og ills sem við erum að upplifa núna í þessum heimi. Og ég veit ekki hvort þið tóku þetta, það voru 2 öfl sem tókust á niður á Austurvelli í gær. Þar var fólk sem vildi að Ísland væri Ísland og síðan voru aðrir menn, annar hópur sem vildi að Ísland hefði engin landamæri. Og fyrir mig er þetta barátta milli góðs og ills, vegna þess að það er Guð sem hefur gefið löndunum að landamæri og hann segir að við eigum ekki að færa landamæri ekkjunar úr stað, við eigum ekki að færa þau gildi úr stað sem Guð hefur gefið okkur. Og ég segi bara Guð blessi Íslands og ég segi líka þú drottinn minn, þú ert Guð vors lands, þú ert lands vors Guð og við viljum áfram lofa þitt heilaga nafn. Og við erum ekki að berjast á móti fólki, ég vil koma því að, en það er til hugmyndafræði sem stjórnar fólki og við berjumst á móti þeirri hugmyndafræði. En sjáðu til, hugmyndafræðin, hún stjórnar fólkinu og það er það sem að Guð hefur kallað okkur til að berjast á móti. Hann segir að baráttan sem við eigum í, hún er ekki við menna, holdi og blóði, heldur við tignir og völd. Og þegar tignir og völd fara að stjórna fólki, þá verður það alltaf til að brjóta niður þjóðfélög. Og já, þetta er barátta milli góðs og ills og þetta var einnig á dögum Jóhannesar. Og þá komu inn villukenningar eins og gnostismi og fyrst komu þessi andkristar, segir hann, sem að komu úr þeirra hópi og það var undanfari þess að gnostismi kæmi. Og þegar ég var að lesa þetta, þá var það svo lifandi fyrir mér að ef við leyfum lítilli lygi að grassera, þá kemur önnur stærri á eftir. Og ef það kemur lítil villa inn, þá kemur önnur stærri á eftir. Og málið er að djöfullinn veit þetta og sá sem stjórnar Íslam, hann veit þetta að ef við fáum pínulítið Íslaminn, þá kemur meira á eftir. Líbanon var frjálst land árið 1973. Síðan 1974 eða 5, þá kom friðarhöfðinginn Yasser Arafat inn, hann fekk friðarverðlaun Nobels og honum tókst á 10 árum með sínum mönnum að myrða 100.000 manns. Og síðan segir fólk að það er allt í lagi, það gerist aldrei neitt hér. Jú,
við þurfum að standa vörð okkar land og vörð okkar gildi. Og þess vegna vil ég hafa þennan hérna sem stjórnanda þessa lands, þetta líf sem var opinberað, þennan Jesú vil ég upphefja, þennan Jesú vil ég hafa sem konung yfir mínu landi. Það allir velkomnir að taka á móti Jesú Kristi. En ég vil ekki fá hugmyndafræði sem klæðir konur í strigapoka og gerir karlmenn að ofbeldismönnum og gerir börnin að þrælum. Ég vil að við séum frjáls áfram. Amen. Það segir lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum og boðum yfir eilífa lífið sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að þér getið líka haft samfélag við oss. Og samfélag vort við föðurinn, við son hans Jesúm Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Ég stoppaði svolítið við þetta vers 3. Það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að þér getið líka haft samfélag við oss. Hann vegna þess að þegar við lesum brefið eða guðfræðingar þeir eru að velta því fyrir sér til hverra brefið skrifað og flest kommentari segja að brefið sé skrifað til kirkjunar og ég sammála því að hluta en þetta vers þar segir að ef ég get ekki haft samfélag Krist við þig, þetta vers 3 og vers 4 að þá hefur þú ekki tekið á móti Kristi. Ef við getum átt samfélag Krist, þá höfum við báðir tekið á móti Kristi. Og það það sem að ég sé að þetta vers að segja okkur, þess vegna trúi ég því að brefið, það skrifað til kirkjunar og það líka skrifað til þeirra sem voru í fráhvarfi og fráfalli og höfðu gefist á valdvillu kenningum á þeim tíma voru faldnir að elta aðra guði og vegna þess að hann til hvers boðum við fagnaðarendi? Við boðum fagnaðarendi Jesú Krist til þess að fólk geti átt samfélag við hann. Og við lesum í postulasögunni að þegar þeir predikuðu orðið þá bættust við söfnuðinn 3000 manns og þannig að þetta að eiga, við boðum ykkur þennan fagnaðarboðskap til þess að þið getið átt samfélag við okkur og líka samfélag við þann sem við eigum samfélag við. Samfélag vort við föðurinn, við son hans Jesúm Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Amen. Síðan lesum við vers 5. Þetta boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann, göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. Mér langar að skoða aðeins þetta vers hérna myrkur og að það ég veit ekki hvort það ber það rétt fram, skotos, gríska orðið og það ef við flettum því upp þá segir náttúrulegt myrkur sem myndrænt. Náttúrulegt myrkur, ef við tölum myrkur, þá vitum við hvað myrkur Það svona eitthvað sem gerist á veturnar á Íslandi að þá myrkur allan sólarhringinn. En þegar við tölum eitthvað sem andlegt myrkur, þá það myndræn líking af myrkri. Og andlegt myrkur, það getur verið siðferðilegt. Það siðferðilegt, fólk sér ekki ljósið. Líf þeirra í myrkri, segjum við. Og það getur líka verið vitsmunalegt myrkur. Og það svolítið merkilegt að vitsmunalegt myrkur, það getur stundum verið val, en stundum það af því að þú veist ekki. Og þegar ég hlusta á það sem að gerast í heiminum í dag,
og alla sem að tjá sig Ísrael, Gaza og Arabalöndin, þá upplifi ég mikið vitsmunalegt myrkur. Af hverju? Jú, af því að ég hef lesið söguna og ég veit hvað íslam snýst ég veit að PLO var stofnað árið 1964 af Írökum, Sýrlendingum og Líbíumönnum og einum í viðbót. Ég veit líka að Yasser Arafat, hann varð leiðtogi PLO árið 1967 og fyrir þann tíma var ekki til neitt Palestínuríki. Það verður til upp úr 1964. Fyrir 1948 þá voru Ísraelsmenn kallaðir Palestínumenn. Fyrir 1948 voru Ísraelsmenn. Það var blað sem þeir gáfu út sem hét Palestinian Post. Það heiti núna Jerusalem Post. Það var symfónía sem hét Palestinian Symfónía, og sem heiti núna Jerusalem. Þannig þeir breyttu, en þeir voru allir kallaðir Palestínumenn. Þeir hlustið á fréttindan og þeir hlustið á rökin sem fólk að koma með, að það veit enginn þetta, og það eru bara 70 ár síðan. Það er búið að setja fólk inn í vitsmunalegt myrkur. Af hverju? Það þekkir ekki söguna. Það er vitsmunalegt myrkur að þekkja ekki sína sögu. Og síðan er til myrkur, það má segja að það sé tengt þessu, að það skapast vegna villu og fáfræði og líka óhlýðni eða viljandi blinda og uppreisn. Sem sagt fáfræði og vitsmunar, það fer saman. En myrkur er illt kerfi í mótstöðu við ljósið. Ég vil bara segja það. Myrkur er illt kerfi í mótstöðu við ljósið. Og að halda fólki í vitsmunalegu myrkri, að það er bara ekki gott. En það er verk Satans. Og mér finnst svo sorglegt að sjá leiðtoga okkar í þessari ríkisstjórn í vitsmunalegu myrkri, greint fólk, menntað fólk. Þegar það kemur að þessum málum, þá tekur það afstöðu án þess að kynna sér söguna. Það er vitsmunalegt myrkur. Og Guð, hann er andstæðan, hann vill upplýsa okkur, hann er ljós, hann kemur með allt í ljósið. En núna á þessum dögum, ég bara nota þetta sem dæmi að útskýra að þessi barátta milli góðs og ills sem er að eiga sér stað í heiminum, að djöfullinn vill hafa fólk í myrkri. Þannig að við þurfum í staðinn fyrir að ásaka okkar stjórnmálamenn að biðja fyrir þeim og reyna að upplýsa þá, en biðja fyrir þeim. Við sem kirkja, við blessum þá og við biðjum fyrir þeim og við viljum upplýsa. Og það segir, þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum, boðum yður, Guð er ljós, myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann, göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann, göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Það eru svo margir sem segjast vera kristnir í dag, en þeir ganga í myrkrinu. Þeir eiga ekki samfélag við Guð og því síður vilja þeir eiga samfélag við aðra kristna. En hér segir að, og ég er að hugsa, ef ég myndi segja, ok, ég er alveg yndislega giftur, og svo hef ég 2-3 hjákonur. Myndirðu segja þá að hjónabandi væri gott? Nei, þú myndir segja að væri falskt. Það vita það allir. Og það er það sem hann er að segja. Ef við segjum að allt sé í lagi, það þýðir ekki og göngum samt í myrkrinu, þá erum við að ljúga, segir Biblían. Og
En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóði Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Þannig að það skiptir máli á þessum dögum fyrir kirkjuna að standa saman. Það skiptir máli. Það skiptir vissulega máli fyrir kirkjuna að standa saman og koma saman og berjast fyrir því að ljósið fá að skína inn í þennan heim. Amen. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Þessi síðustu vers, ég var að ströggla við þau í vikunni og ég man að vegna þess að sennilega ég sá eini sem hef mína skoðun. Ég las marga kommentari, ég spurði einhverja hvað þeim fyndist og það eru eiginlega ég ekki sammála biblíu skýrendum á þessum versum nema að hluta til. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við erum að tala endurfæddan kristinn mann, þá lifir hann ekki synd og ef þú lest áfram þetta bréf, þá sjáum við að það segir akkurat öfugt ef við förum bara í 3. kaflan og þá segir hver sem syndrýr heyrir djöflinu til. En ég las kommentari sem sagði já, syndin alltaf nálæg og bara fyrir Jesú blóð þá játum við syndir okkar bara 40 sinnum á dag og nei, ég segi það ekki alveg. En fyrir mig að þá þetta verið að tala til mín áður en ég tek þetta vest til mín áður en ég frelsaðist. Ef ég hefði sagt ég hef ekki synd, þá ger ég Guð að legara. En ef ég játa syndi mína sem ég gerði og þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Og það gerði hann í mínu lífi. Og ef við segjum við höfum ekki syngað, þá gjörum við hann að legara og orð hans ekki í oss. Ég oft hitt menn sem segja, já, ég góður, ég engin syndari, þessi þarna í næsta húsi, hann miklu verri en ég. En ég hef ekki hitt marga kristna sem segja þetta. Ef þeir eru sannkristnir og þeim verður á að synga, þá segja þeir ekki bara, ég gerði ekki rangt. Ef þú óttast Guð leið og þín synd opinberuð þér, þá biður fyrirgefningar bæði Guð og menn. Þess vegna trúi ég því að þessi vers hér séu aðalega fyrir þá sem hafa ekki tekið afstöðu, en þau geta líka haft gildi fyrir okkur. En fyrsta versið í 2. kaflanum segir, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synga, en ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum Jesúm Krist hinn réttláta. Þannig að hér segir að hinn kristni maður, að hann lifir ekki lengur í synd. Og þess vegna var ég ósammála flestum þeim skýrendum sem ég las og ég get gefið ykkur annað vers í Hebreabréfinu sem að virkilega hefur talað til mín að það talar hjörtu sem eru laus við meðvitund synd. Þau eru laus við meðvitund synd. Það segir í versi 22, 10. kafli, Hebreabréfið 10. kafli, vers 22, látum oss í ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúatrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd. Hvernig get ég verið laus við meðvitund synd og sem sagt kalla mig syndara? Ef ég laus við meðvitund synd, ef ég nýsköpun í Jesú Kristi, þá var þið gamla að engu. Nýtt orðið til. Og þessi nýji maður, hann hefur aldrei lifað í synd. Það var gamli maðurinn. Og sjáðu til, hvaða maður það sem við að krossfesta? Það ekki syndarinn, gamli maðurinn? Það hann sem krossfestur með Kristi.
Nýji maðurinn, hann lifir í samfélagi við Krist. En ég veit að já, þetta hefur verið erfitt fyrir suma að meðtaka það að við getum lifað án meðvitundar synd. En Biblían segir að við getum lifað án meðvitundar synd. Og ég trúi ekki að ef við förum aftur í Jóhannesarbréfið, og mér finnst þetta vera bara fyrir okkur góð hugsun, vegna þess að ef við segjum bara ég syndari og bara frelsaður fyrir náð, að þá ertu ennþá á sama stað. Ég ekki syndari frelsaður fyrir náð, jú ég það, en ég ný sköpun í Jesú Kristi. Hið gamla varð að engu, ný sköpun. Og ef við sjáum hérna, ef við berum saman í Jóhannesarbréfinu, að förum aftur hérna, sko, ef við játum syndir okkar, þá hann trúr og réttlátur. Og syndir, ég með 100 syndir á dag, eða verður mér á að synga? Áður fyrr, þá lifði ég í syndinni. Eftir ég frelsaðist, þá lifi ég í Kristi. Og Kólósebréfið segir, 1:13, hann frelsaði mig frá valdi myrkursins, flutti mig inn í ríki síns elskaða sonar. Áður lifði ég í myrkri, en nú lifi ég í ljósi. Og það málið, að við þurfum að trúa því að við séum Guðs börn og að við séum syndlaus. Það hroki að segja að ég sé syndlaus? Já, ég syndlaus þangað til ég synga. Það ekki? Ef þú syngar, segir hann. Og sjáðu hérna, nú ætla ég að lesa aftur þetta vers hérna í 3. kaflanum, förum í 3. kaflan, hver sem stöðugur í honum syngar ekki. Hver sem stöðugur í honum syngar ekki. Hann bara syngar ekki. Og þá Jóhannesarbréfið í mótsögn við sjálft sig? Nei. En það svo skrítið að biblíuskýrendur reyna að gera það þannig. Þannig að veit ég meira en þeir? Nei, ég bara hef mína samfæringu og mína afstöðu þegar það kemur til þessa. Í honum engin synd. Það segir, lesum vers 4, hver sem syndir í fremur lögmálsbrot, syndin lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til að taka burt syndir. Í honum engin synd. Hver sem stöðugur í honum syngar ekki. Hver sem syngar hefur ekki séð hann. Hver sem syngar hefur ekki séð hann. Ok, hann þá að tala að ef okkur verður á? Nei, þá ef við förum aftur í vers 2, börni mín, ég skrifa þetta til þess að þið skuluð ekki synga, en ef ykkur verður á, þá eigum við árnaðamann. En það svo langt frá því að það sé verið að segja okkur að við getum lifað í synd. Við lifum ekki í synd, en ef okkur verður á, ef okkar nýji maður, hann gerir mistök, honum verður á, ef hann segir eitthvað sem hann átti ekki að segja, að þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum Jesúm Kristinn réttláta, og þá játum við syndir okkar. Þannig ég trúi því að hluta að ef við játum syndir okkar, þá hann trúr og réttlátur, en ég trúi því að samt að þessi 3 vers þarna séu skrifuð til þeirra sem eiga eftir að taka á móti Jesú Kristi. Það mín samfæring. Og hins vegar, ef við segjum við höfum ekki syngað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Og málið að þeir sem, ég þekki engan kristinn mann sem vill gera Guð að lygara. Ég þekki engan kristinn mann sem vill vísvitandi synga. Ég bara þekki ekki fólk sem vill vísvitandi synga og gera þannig Guð að lygara. En ég sé að heimurinn gerir það.
við höfum göngur þar sem að fólk segir ég stoltur af synd minni. Það kallað gay pride, að Biblían kallar það synd, en svo segir fólk ég stoltur af minni synd. Guð gerði mig svona. Það að gera Guð að lygara. En við sem elskum Jesú, við viljum ekki gera Guð að lygara. Hann sannorður. Hann leysti mig úr syndinni. Og það skiptir ekki máli hver syndin en það sem synd þegar einhver gerir Guð að lygara. Það verra heldur en sú synd sem bindur hann. Amen. Og svo mörg voru þau orð. Þetta voru 10 vers í fyrra Jóhannesarbrefi og ég ætla að halda áfram með Jóhannesarbrefið næst þegar ég tala. Og nú ætlum við að ganga að borði Drottins. Við ætlum að slíta útsendingunni og við bara þökkum þeim sem hafa verið að horfa og segjum bara að Guð ljós og Guð kærleikur og öllum ber að taka við Jesú Kristi sem frelsara. Það hans orð. Amen. En við ætlum að ganga að borði Drottins núna.